Ég Ingi 69 og þeir að hlusta á Tveir fellar. Góðan blessan daginn, verið velkomin í nýjan þátt. Það geitin sjálf, Jóhann Ingi, a.k.a. Ingi the 69. Blessaður. Ingi the 69. Ekki rætti mig. Það þannig? Jú, Ingi 69. Okay. Of course, bro. Ég held að það var Ingi 69. Ég búinn að skoða það, sko. Já, Óli búinn að stolka þig, sko. Nei, ekki það gott, sko. Ég veist ekki eins og það var úr Keflavík, sko. Það crazy, sko. Njarðvík, innri Njarðvík. Já. Og Það ekki hundleðilegt, eða? Nei, hvað? Jú, það getur alveg verið. Það ekki að það, sko. Nú? Það flytja bæinn bara strax, ef þú getur. Já, það líka svo mikið að gera núna. Einmitt. Þannig, og það alltaf í bænum. Einmitt. Þannig það alltaf, ég keyri alveg hálftíma. Vantar þeim ekkert eitthvað TikTok content en það í Keflavík, eða? Nei, einu svona svona TikTokerar í Keflavík ég Eldgósi. Já. Það svona einu sem ég... Ég skil að vera þar. Já, ennþá hana? Býrinn ennþá hana? Ég er alltaf að keyra á milli, hann er náttúrulega í háskólanum núna, eða ekki? Jú. Ég veit ekki hvað hann er að gera núna, sko. Hann er í háskóla, Einmitt. Við erum saman í háskóla. En ok, við ætlum að fá þig. Ja, nei, við vorum svona spjallið um þetta fyrir, 3 árum eða eitthvað? Já, náttúrulega gerði vídeo með pappa þínum. Já. Þá voru að pælja að fá þig. Æ, mér langaði að fá þig. Einar hann sagði, too young. Já, við byggum til reglu að fá þig í 18 ára yngri. Einmitt, þú varst alveg 16. Já. Nú ertu orðinn 18. Já. Er ekki gaman að 18 eða? Nei. Nei, guður. Breytir engu, sko. Þú getur keypt hlutabréf. Bitcoin, bro. Já, reyndar. Það var dipp í dag, sko. Það er allt komið upp. Óli orðinn sko sjúkur. Og svo er þetta alltaf bara svo fer þetta ekki neitt. Þetta er alltaf bara, þú talaði þetta alltaf. Þetta er alltaf bara, þetta fer ekki hærra en 104. Já. Svo er þetta alltaf bara, ég vona þetta að fara hærra. Ég er að byggja alltaf fyrir 90 aftur núna. Þá ætla ég að kaupa mikið, svo fer þetta aftur upp. Ég er alltaf sko, buying high. Nei. Selling high, buying low. Ég er alltaf buying high, selling low. I'm different, bro. Nei, en þú veist, finnst það ekkert spennandi? Langar ekki að gera það? Hvað spennandi í Keflavík? Nei, fjárfesta. Fjárfesta? Ég veist, gambla eitthvað. Gambla? Já, ég fjárfesta ekkert. Ég var alveg til að reyna að komast inn í það, sko. Já. Það er núna alveg mikið verið að promóta svona gambling. Já. Þú varst með Issa ekki daginn, þú varst að segja það. Já. Issi, Daniel, Binni. Byrju þeir ekki á Coolbet eða hvað? Issi, hann er ekki á Risk eða eitthvað. Coolbet. Nei, Issi er náttúrulega sponsor á Coolbet. Hvað er Daniel með? Daniel er með Risk. Þeir er allir okkur mismunandi plattformum, sko. Þetta er svo mikið, er það í rúllettu? Nei, hvað er að gera? Ég hef aldrei tjekkað á þessu, sko. Við vorum eiginlega bara að spila einhverja leiki sem að chatti var að segja. Já. Issi byrjaði einhverjum leik og svo var chatti bara að segja spila þetta og bara genna það. Já, eru búin að sjá þetta flugvélat út? Já. Sko, þetta er eina sem er á TikTokinu mínu. Já. Það er bara gæjar sem er eitthvað og svo bara eitthvað flugvél að fljúa og fara upp og niður og svo lendur hún aldrei og maður bara eitthvað gaur. Já, mér langar að prófa hennar leik en mér líka bara eins og það er líka svo ass sem að þetta gerir. Þetta lítur út fyrir að vera gott en svo spila maður þetta er hræðilegt. Já, svo bara beint hann í þetta er eins og við vorum eins og spila sprengju dótið hana. Já. Þá þú veist íta hana, þetta er svo gamli leikur. Bombunar. Já, þú veist, þú ítar á kassa og það reyna að fá og svo ítar á sprengju og þá fókast þau upp og maður bara tapaði bara svona penning, skilur. Já. Og svo var þetta svo addictive, sko, þetta maður alltaf bara, oh my god, alveg bara, aftur og bara ekki gambla krakkar. Já, ef þið viljið gambla þá veð ég frekar, ekki fara í þess að online casino, sko, þú græðir ekkert að því. Ég er bara að gambla með vínum, bara á borðið eða eitthvað. Já, allan ekki gambla neinu sem er ekki tilbúin að tapa, það er leiðilegt, sko. Ef þið viljið byrja létt, farið Eurovision, það er mjög predictable. Er þetta gambla á Eurovision? Já, ok. Það er gaur að það gambla á allt, sko. Það er bara, það er skemmtilegt að gambla í, sko. Þú getur gambla á línuskauta, sko, ef þú vilt. Já. Það er með þess að til vefsíða, ég horfði á YouTube, þar sem þú getur gambla bara hvað sem er. Nú tjók bara verðið hitast í þetta morgun, bara svona rugl, sko. Okay. Bara mun þetta gerast bara, já. Það er einhverju veikir einstaklingar. Fólk er bara að gambla á bara eitthvað, það var mun KSI fara, Thickuvit mun það fara í topp, bara eitthvað svona shit. Já, það var í topp 1. Já, Ötti blöð þarna daglega, sko. Hann er bara gætlega leiðir, sko. Það er bara alls konar, mun þessi gæði segja þetta, það er alls konar svona eitthvað. Svo líka í körfubolta bara eitthvað, mun taka scratch and sniff, mun gera þetta, alls konar svona bara, já. Okay. Hvernig veistu þessu? Þetta er á TikTok, já. Já, TikTok maður. Þú ert nú út af TikTok svolítið. Já, 100%. Þú ertu bara að gera TikTok núna, ertu ykkur annar vinnu með? Ég var í vinnu. En já, núna er ég bara í TikTok, sko.
Bara full on og ertu bara brainstorma alla og bara TikTok og lífið bara svolítið TikTok núna? Já, dálítið. Ég að reyna að gera eitthvað meira úr þessu samt, sko. Já. Mér finnst þú vera mjög successful, myndi ég segja, sko. Já, takk. Ég meina, hvað? Þú svona... Út í collaborations, út í húsmiðinni. Já. Ég actually hló af þessu húsmiði dóti, sko. Ég er mjög fyndni, sko. Nei, svona ándjóks, ég er bara svona, vá, loksins auglýsing sem actually fyndin. Eða svona, já, bara gaur. Þetta var bara vel gert, sko, og líka bara kontentið, mér finnst það actually fyndið, sko. Já, ég var að vinna með þeim, einum af þeim, einu sinni, eitthvað 1 mánuð og svo, með TikToki, ég var alltaf að segja við á svona, og bróðar minn og pabbi minn voru svona oftast að segja við og bara heyrðu, þið verða eitthvað að fá hann í TikToki, ég var eitthvað, nei, en og svo bara, byrjaði ég aftur á TikTok og þeir bara, vildi fá mig í vídeo. Já. Fekk bara, símtal og eitthvað. Já. Og við gerum eitthvað, 2 myndbönd. Já. Gekk þetta ekki bara vel, eða? Jú, þetta gekk mjög vel, sko. Þetta kom svo seint út, sko. En við gerðum, þetta var svona jólavídeó, jólaserjur. Við gerðum það í október, þannig að þetta kom út mjög seint. Já. Eftir það. Já, einmitt. Já, en þessi 2 gæranna í húsmiðinni, er þetta eina sem þeir gera í húsmiðinni, eða? Nei. Ég held að séu bara starfsmenn í húsmiðinni og svo er þetta bara auka, sko. Ég hef einn pælt í þessu, veist þú eitthvað um það? Þú veist, þeir eru að borga aukalega fyrir þetta? Ég veit það ekki, sko. Þeir eru að gera good shit content, sko. Það er bara svona actually fyndið dót, sko. Þeir getur bara fara að vinna við þetta í öðru fyrirtæki, sko. Já, það er svona, sko. Bara gæðina sem gera auglýsingar, svona TikTok-auglýsingar. No joke, sko. En hvað, þú sagðir þú vildi gera meira úr þessu? Hvernig þá? Sko, ég var alltaf að gera vídeo, bara eitthvað sem var trending sem ég sá og ég var bara að prófa þetta. Og svo byrjaði ég að gera svona POV-vídeó sem er bara, ég er bara að leika eitthvað. Já. It's basically bara svona eitthvað actor-dæmi. Þannig mér langar að reyna kannski að fara í eitthvað, einhverja þætti eða eitthvað bara. Já, bara svona leiklist meira kannski. Já, bara eitthvað, gera eitthvað meira úr þessu. Já. Víst að það er alveg margir svona stórir búnir að sjá vídeóin og eitthvað. Að reyna að komast í eitthvað stærra og eitthvað. Já, einmitt. Myndirðu vilja fara eitthvað svona leiklistu skóla eða eitthvað svoleiðis? Myndirðu vilja fara bara svona full on inn í aktor, dót? Já, ég var alveg til það, sko. Já. Kekja, það er náttúrulega erfitt að komast inn en alltaf gott að sækja um. Já, ég veit ekki hvort ég myndi sækja um eða eitthvað en ég var alveg til að eitthvað vera aðdána leikari eða eitthvað, sko. Varst þið leiklistar dæmi í skóla eða grunnskóla? Nei, ég þorði ekki að fara í það, sko. Nú? Ég veit ekki, ég bara þorði ekki að enginn af vinum mínum voru að fara í það. Þannig ég þorði ekki að störa eitthvað einn í þessu. En samt þorði ekki að gera TikTok? Já, ég var alltaf á YouTube og ég var alltaf að reyna að fela. Svo þetta var í alveg 7. bekk. Einhverjir í skólanum mínu fundu út akkántu minn og voru bara að gera grín af mér. Já, kannast þessu tilfinningu, sko. Já, sama er bara... Var það ensku? Já, ensku. Já, gameplay? Nei, ég gerði einu svona vídeo sem ég var með iPad fyrir fram á mig. Já. Nei, iPad fyrir fram mig og taka upp með Kannast við þetta? Ég hef gert það saman, sko. 9 ára í Five Nights at Freddy's. Já, ég tók Five Nights at Freddy's og Það er því bara 9 ára, spilum svona horrorleik. Nei, ég var sko skítrættur allan tíman en ég var bara svona, þetta er views. Einar síðan. Svo er ég bara, guðir, 20 views, sick. Já. Mitt, sko, eins og, já, þegar ég byrjaði á TikTok, ég sagði við pappa, ef maður gerir bara nýjan account, þá fyrsta vídeo gerum tít bara 1000 views. 1000 views? Það var þannig allan. Já, og það fekk 1000 views og það let mig vilja svona meira bara. Já, þetta er addicting, sko. Já, maður byrjar með svo lítið og svo bara... Já. En var þetta þá vídeó með pappaðinum sem varst að gera, sem eruðu svo... Já, allir elskuðu pappa minn en svo bara var hann ekki með tíma fyrir að gera fleiri vídeó, hann bara... Fannst hann þetta eitthvað gaman, eða? Jú, hann fannst alveg gaman, sko, bara... ég bara, í einn daginn, ég sver, þetta var bara, ég rann út úr hugmyndum. Bara vissi ekkert hvað þetta gera. Og svo bara, oft var ég að segja pappa einhverju hugmynd, það bara, nei, ég má ekki vera að gera svona. Hvað ekki? Ég veit ekki, hann var ekki, þetta var svona edgy. Já. Hvernig þá? Bara eitthvað svona, ég man ekki alveg, en bara eitthvað svona sem að gæti, fengi fólk að vera eitthvað pirruð í þennu, og já, ég veit ekki, svo bara var hann ekki með tíma og kemur alltaf heim og þarf að
bara að vinna og eitthvað bullshit sko, ég veit ekki. Já, helvitis fullorðin af fólki maður. Já. Já, og hann var alveg bara game að gera þessu nokkur TikTok sem hann gerði það. Já, eða þú veist. Já, þau fengi alveg views maður, eða ekki? Jú. Þetta var alveg stórt þing. Já, þú veist, eitthvað, þriðja vídeóum mitt eitthvað fekk alveg 800.000 views. Já, einmitt. Ég sér að þetta hefði fengið meira hefði, þú veist, það væri move að soundi á meðan þetta var, þú veist, að fara viral. Shit. Það er crazy. Hvað var það aftur? Var ekki hann að... Var það Nutella það? Já, það var eitthvað svona, með svona sus, svona, hana hljóði, svona eitthvað I just took a penis in my butt, dæmi, eitthvað lag. Og ég var bara eitthvað svona með hennar pabbi í bíl. Og hann gerir svona angry face dæmi og já, ég svo postaði ég bara og það bara svo bara 800.000 views og shit. Já, svo ég hef fengið svona 3 vídeó yfir 100.000 já, það er vel gert eins og Slurpfish og það var íslenskt, ég skil ekki hvernig það fekk því alveg 140.000 views eða eitthvað Nei, svo eru bara einhver vídeóin í Íslandi sem bara mest random vídeó heimi sem bara fara í fáránlega mörgu views sko. Mitt sko. En já, er það þá mesta views 800.000 þetta er ná með pappænum? Já, það er mesta, já. Já, en þú byrjar hvað, þú er 16 ára þú ert að gera þetta og svo svona sást ekkert frá þér eitthvað og svo bara byrjar allt í henni aftur einhvern veginn, minnst þú svolítið allan að þú nýbyrjar að poppa upp í mér svolítið svona í fyrra? Já, ég byrjaði aftur ég bara gera eitthvað svona Dax Flame Dax Flame? Já. Ég gera eitthvað svona Jú, það er gæðan að I'm just gonna be silly Já, Já, Anna maður svo nærlega þessu Já, ég gerði svona eitthvað svona vídeo sem að það var svona steak beef fyrir baka mig og ég sagði eitthvað there were some guys being mean but I didn't want no beef og bara gera þannig eitthvað I have an appointment with Dr. Pepper og já, það fekk þú veist eitthvað 9.000 og ég var svona, kannski er ég ekki búinn að follow maybe I'm still relevant já það er ekki að fyndi mig follow já, svo byrjaði bara að gera einhver svona POV Já. Ég er að byrja að koma alltaf hérna bara the follow is crazy það hefur alveg gæst sko það? Já, eitthvað sagði eitthvað Já, ég ger eitthvað vídeo svona TikTok sem það fell off þegar ég var eftir að gera vídeo með pappa og það kom mynd af einhverjum fell off TikToker og svo mér og pappa og einhver kommentaði bara daginn á eldgamalt vídeo bara eitthvað You were never on Hvað er þetta að lesa kommentinu? Já, sum flest sko Já Þú getur ekki sagt neitt sko, þú lest Já, þetta að maður lesa komment Óli les sko hvert einasta komment Við fæum aldrei, ég vil fá fleiri negative comments Þannig ef viljið kommenta eitthvað negative þá les Óli öll Ég reply alltaf Það var eitthvað þau sögðu værum eitthvað alveg farlegir eitthvað við erum heimilislausir eitthvað ég sagði eitthvað, já, ég er undir Nei, það var að tala um podcastgræðinu, eða ekki? Já, hvað var það? Eitthvað bara það var hækka verða podcastgræðinu Svo maður getur keypt Nei, ég er að tala um annað Það sagði ekki að við erum heimilislausir og ég sagði að við vorum undir brúnni á Selfossi Hvernig nennir að lesa þetta? Ég er bara svona, þú veist, andurins, ég posta TikTok og svo bara fer ég út á kantunum okkar Já, það var ekki að segja þetta er meira knowledge til að vera með podcast En já, en þú myndi alveg núna 10.000, hvað, 10.000 og einhvað? 11.000 Já, 11.800 Já, sæll bara því, tjekka, gæri var 10.000, það ekki? Er ég bara eitthvað Tíminn líður svo hratt sko Hann var í 12.000 Það er mass unfollowing núna Nei, já, þú með 11.000 En þú veist, kom þetta allt eftir POV-vídeón eða er mest að þessu þegar pabbi var líka? Já, eftir POV Já En það byrjaði þetta alveg bara tekinn Já, veist, með pappa þá komst ég upp í eitthvað 6.900 og svo byrjaði ég aftur með POV og þá fekk ég alveg eitthvað, já, plúð 4.000 þá Já, good shit Já, gott sko Geggja maður Það væri fyndið að myndi að gera svona vegsbolt á Íslandi Nei Vegsbolt? Ekki á þér kannski Ég veit ekki neitt Ólaf Jóhann, er þetta ekki með brainrot eða? Sko, TikTok mitt er bara eitthvað, þú veist Varst það ekki að horfa á Vegsbolt, max unfollowing, the 31st of December? Jú Ég var ekki að horfa á það En ég sá kannski 2 vídeo Er ég bara með öðru TikTok? Ég sá þetta endalist sko Ég fæ mikið brain rot og ég er mikið á Instagram Reels Já, ég líka Mikið að horfa á það, það er fucked shit á því Já, mér skrítið Ég fekk á hann svona quiz svona, do you know more about history or Joshua Black? Nei, on the World of T-shirts
og ég náði 2 og 3 í history og 3 og 3 í World of Teachers. Joshua, ykkur, Það var svona quiz. mér líður eins og ég sé svona 67 ára, sko. Joshua Blockman, bro. Já, ykkur, ég er ekki að sama Put the fries in the bag. Gæðin Captain með Captain hat. Já, Ég var hann á Halloween, sko. Aha, nice. Ég var svona alltid hitt hann, því ég var í Dublin þegar var það líka. Ég ætlaði að fara svona hunt hann down. En ég gerði það ekki, ég hafði að gera það. Það hefur verið sett, það er allavega skemmtilega sem gerðir í Dublin. Já, ég fengi sjálf þeim með honum. Hann bara ekki, get out! En ég hefði sagt, skilur, mannstu eftir hann að gæðin sem borgaði Blue Lagoon hefur. Það er Scarby og hann Edsi, sko. Já, hann, vá. Já. Ég var ekki að fatta hvernig við vorum að tala sko. Nei. Ég fatta hvernig að tala núna. Ég hef alveg fengið mér svo drikk með honum, sko. Það er alveg svona... Já, var hann í Dublin á saman tíma þú? Hann er alkoholisti, sko, já. Já, gaur, hann var bara mökkar en Reykjavík, sko. Alltaf með eitthvað, sko. já. Shit. Það er svo gott vídeo á YouTube með honum með hann að einhverjum fræðin YouTuber í Florida. Svona, ég maður ekki hvað heitir, en allan að, og hann var alltaf að spyrja hann, skilur, ertu alkoholisti? Og hann er bara eitthvað, no, I only drink at night. Alla night. Það er náttúrulega í lagi, sko. Líka að sagði eitthvað svona, einhverja afsökun eitthvað. Okay, if I'm an alcoholic, then why is it when I drink I stop shaking? Það Það er eitthvað, Já, þú veist. Ég veit ekki. Ég veit ekki, þetta hljómar eitthvað skytti. En herri, við erum nokkuð spurningar fyrir því, frá hlustendum. Ef ekki bara hoppið þær? Það eru nokkur sem við ekki spyrja. Já, það skulum sína þær eftir, þetta er bara svona skrifna spurningar. Já, svona... En, en hverjir eru the real ones sem þú þekkir? Já, hvað er með Ingi? Núna verður eitthvað mókaðir. Who are the Hvað real... þekkir hverju? Það er spurningin hverjir eru the real ones sem hann þekkir? Sem ég þekki? Já, er það ekki Bara svona góð vinnir. bestu vinnir? Já, cameraman, Thomas. Thomas. Thomas, já. Já, maður svo Alli. Bara hann. Elvar. Alli Elvar, ok. Það hljóma meit af, sko. Nei. Jón. Jón, ok. Þið veitir hver eru. Ég veit ekki hvað þið er. Þið eru the real ones. Shout out. Já, Daniel Ásgeir. Hann vill ekki. Já, ég veit ekki hvort ég Vill ekki lífa einhvern út. Hvort að þeir vilja að ég segja það. Já, Og svo segir bara og fleiri. Já, fleiri. Já, svo er hann að ertu í 197 eða 195 eða þetta eitthvað Centimetrum. Centimetrum. Já. Ertu 1,97? Ég er 1,97, já. Já, þú varst fucking stókur, já bara Já, shit. No jokes. ég lít svo öðruvís út þegar ég sest. Já. Hvaða mótil ertu? 06. 06 Þú vilur steikta spurningar hérna. Coppermine eða Reykjavík Roses? Hvað er það? Þetta er Fata Brands einan minn. Hann er í Metta hérna, þetta er tísku genius. Ég er í mínu eigin Sem hann bjóð til hérna þegar hann var 17. Þetta er gúl, sko. Glacier. Ég á ekki Reykjavík Roses, þannig ég verði alveg að segja Coppermine, sko. Coppermine. Það eru uppáhalds TikTok. Eru bara hjá þér þá? Fuck, ég má ekki missa eitthvað, sko. The favorite one. Ætti að vera bara hvað með hérna shit, oh my god, ég veit ekki. Þú ert alveg komið mörg vídeo núna, eða ekki? Jú, ég er með alltaf mörg vídeo. Ef það væri POV-vídeó myndi ég örugglega segja hérna hvað með bara anime gæinn sem horfur alltaf mikið anime. Já. Ekki, ég myndi segja Nutella, sko. Já, Nutella er gott, sko. Já, það er eitt uppáhalds líka á mér. En að POV, það var örugglega anime bara. Já, það er gott, sko. Einhver stórt TikTok plana á næstunni? Já, ef að ég er búinn að spyrja nokkra að gera vídeo með mér og þess að segja mér þetta án og ef að þeir actually, ef ég næði sensin að gera með þeim þá ætti þetta að vera alveg massive, sko. Alveg huge. Yeah. Nice. Koma næstunni bara? Ég veit ekki alveg næstur en bara ef það gerist, sko. Það er massive. Já, massive. Hæ? En hvað? Low Taper Fade. Ég er ekki á sama TikToki því þið er svo leiðileg, sko. Geira, hérna. Þú veist, heiliðin er bara ekki til lengur. Hvað er í gangi? Þú veist, sko, hann er sko óleg grenjandi og hlátur yfir einhverju fucking TikToki.
Sko, Óli það down bad, hann sendir mér alltaf Facebook memes. Já. Hann er sko alveg bara, hann farin í hausnum. Ég að hugsa myndina af ninja. Það svona. Svona. Og það stendur hana. When the doctor tells you your girlfriend has a massive brain tumor. Herri, getið mjúta Óla? Hvernig gerir það? Ertu 2? Svona. Ég held að hann sé ekki lengur með okkur hérna. Ég er búinn að mjúta hann. Herri, hver er þitt inspiration? Inspiration? Já. Óli bara var ennþá mjútaður. Svona alvöru inspiration myndi ég örugglega segja já, pabbi og afi minn. Já. Bara já, mamma mín og bróðir minn örugglega bara. Bara svona in life. Bara in life, já. En ef það er ekki þá er það Nicky 30 örugglega. Já. Family friendly gæðin hann. Já. En þetta með eitthvað Ísland svona grínistæði eitthvað sem þetta svona Já, Steindi þá. Já, Steindi. Já, jú. Er ekki inspiration sýsti þín, eða? Nei. Jú. Átti sýstur? Já. Geir, ég er fucking genius. Spurður þér bara á þetta engu? Já, ok. Ég held að myndi... Átti sýstur? Já, systur. Hvað er það að heilabláfall en bara í miður podcastið? Akkur þú mentionar að bróðurinn er ekki sýstur þín? Æ, ég veit ekki. Jésús, getur mjútað Óla aftur? Þetta er misogynisti. Herri, en já, ertu búinn að horfa allir á Steinda? Já, ég horfa alltaf á YouTube því þegar ég var yngri, bara allt. Já, Steindur nokkar þá. Gauður, ég var alltaf að horfa á Svepp og það á YouTube, sko. Já, eitt að Sveppa þáttinn. Já, næs. Áttur ekki diskinn eða? Nei. 06, þú áttur iPhone eða? Já, hvað minnar? Ég fekk iPhone. Nei, þú veist, fyrstu fyrst snjallsíma? Já, ég fekk Samsung sem að batteri datt úr. Já, þú veist, já, ok, þú varst alveg þar. Já, ok, næs. Já. En 06 náður því. Varstu með taxíma? Já. Já, ok. En Vaff á S-bórunum? Nei, hvað minn? Við náðum þeim. Ég var ekki sem það, sko. Ha, víst? Þú áttur svona tæki? Fór ég? Já. Vá, ég var ekki að því. Hvað sagði, Vaff S? Vaff og S-spólunar. Áður en að geisladiskurinn kom, það var svona spólur. Vaff HS. Svona kassi? Já. Ég veit ekki alveg hvort. Þú náðu því ekki? Ég var í spólunum samt. Já, spólunar voru fucking legendary. Nei, ég nótti ekki hvort eldri að það allir, sko. Nei, þú áttur svona tæki, sko. Aha. Já. Ég held að þú ætla líka að ferða geisladiskarspilra. Það var gott shit, sko. Það var málið, sko. Það var gott shit, sko. Hefur þú notað þannig? Nei. Það var premium, sko. Sko, hann er aðeins yngri en við. Hann með möppunar. Og það var úrslegt maður. Nei, geðveikt. Það er svo iconic. Svo eru flakkarar, þeir voru nettir, sko. Já, flakkarar var cool. Það var tæknin, sko. Það var tæknin. Svona talva sem að maður setti diskón í. Já, það var ferðadiskar. Ha, disko? Já, ferðadiskar. Já. Herru, hvernig er að vera því Ingi the 69? Wow, það er deep. Bara ágætt, sko. Já, ekkert special. Þú chillar að því, sko. Þú er meira chill enn í bjóstið, sko. Já, chill guy. Ég veit hvað það er. Ég sé það á TikTok. Já, það er old, sko. Vá, ok, þegar ég sé eitthvað, þá er ég bara skotin niður. Ég er að gera þessu, ekki. Er hann á lausu? Já, það er góð spurning. That's deep, bro. Nei. Já, segir hann. Já. Hann er bara svona flakka á milli. Ég er ekkert á föstu, sko, allavega. Hvað færðu þér í bragðaref? Þetta er mikið ískallega. Ég sver, ég fengi þessu spurningu oftar en þetta á að vera spurt. Já, en núna er það fast á teip. Þannig þarf ekki að spyrja þig. Þú getur bara hlusta á podcastið. Þú segir bara hlusta á podcastið. Já, í jarðabær. Ég fann mér jarðabær, Oreo og Snickers bita. Það er bara þrennt. Jarðabær, Oreo og Snickers bita. Gauður, ég ætla jarðabær, Oreo, Nutella. Ég þarf að pröfa Snickers. Þú verður alveg fengið þannig. Ég pröfaði daginn banana. Það er eftir böðsinn, sko. Ói. That's a banger, sko. Hvað færðu það? Banana? Bara sleppa, Nutella var ekki til, en ég fengi banana. Banana, hvað meina? Jarðabær, Oreo. Ói, þetta er bara allasti bræðir. Það var gott shit, sko. Það var fresh. Banan er fresh, sko. Svo bara hana Lil Pump. Það er bara spurning. Elskar hann, eða? Elskar ég Lil Pump? Já. En ég hlusta ekki á hann. Hver er það bara? Hver er Lil Pump? Það er ekki rappari. Það er bara leðalasti söngvari í heimi. Já. Af hverju byrja hann að gera Wits? Og við fórum svolítið yfir það, svona YouTube. Af hverju byrja ég að gera vídeos, eða þú veist. Á vídeo? Var það ekki bara út af YouTube-dótinu? Jú, ég horf alltaf á Jelly þegar ég var yngri og eitthvað. Já, Jelly og Slókumann og Sidemen og alltaf þá, já. Og þarna, já, ég vildi bara prófa þetta og ég byrjaði að gera vlogs
og svo hann fór ég á TikTok og actually fyrsta TikTokið mitt eða fyrsti accounti minn sem fór viral var annar account og það fekk eitthvað 17 views og ég gat ekki tekið hate comments og því ég var í 7. bekk eða eitthvað og allir voru bara they're trying to be so cool og eitthvað, þetta var svona Drake-lagið eitthvað Right Foot Up og svo datt ég með vinum mínum og svo var ég bara shadowbanned á sá accounti þannig ég gerði nýjan og það var engið 69 og svo bara var ég bara alltaf að gera einhver vídeo sko. Já, þetta shadowban maður, það fucking crazy sko. Já. Við höfum shadowbannaði svona örugglega 9 sinnum. Nei. Á 2 föllar kom. Kannski núna, það gæti verið núna sko. Nei, þetta svo. Ég var að posta og fekk engin views, mjög skrítið sko. Nei, þetta þetta eins og TikTok svona fyrirgeðir ef þú postar daglega skilju. Já. Og svo bara gleymir einu degi það bara, gaur, nú þetta shadowband. Bara, sorry. Já. En já, hefur oft fengið vídeo sem bara 200 views og svo bara svona bara ekkert meira. Þetta ógeðslega pirrandi. Erum við bara lendi í það? Nei. Það var bara á gamla kontinu mínu sko. Já. En þú veist, það er oft, ég posta ofta svona 2 daga fresti. Já. Og ef ég fer 3 daga, þá fara aðeins minna en það á að gera. Já. Svona myndi ég halda. Þetta eitthvað algoritm sem bara svona, þú býr til eitthvað schedule og verður bara stickt út. Já. Einhvern veginn. Það eitthvað spes. Og hvað svona, þú ert nú búin að hitta marga svona fræga Íslendinga, TikTok, nokkra, ekki? Og svo gera vídeo með Issa og hvað? Já, Issa og Binna. Já. Já, Flóni bauð mér á frumsýningu hjá albúminn hans. Já, nice. Og já, þú veist, og ég fekk eitthvað, tala alveg við hann og eitthvað. Já. Já, Flóna, Binna, Issa, ég veit ekki fleiri sko. Ég held að það sé bara þannig sko. Og eitthvað sem þið langar, eitthvað svona dream collab íslenskur? Dream collab, ég held að vera Steindi. Vinur mér alltaf að segja við mig að ég ætti að gera vídeo með Steinda. Það væri huge. Já, hann alveg down sko. Já, hann svaraðir. Já, það spurning ekki hvort það mæti. Gangið vel að finna tíma með hann sko. Já, hann örugglega fucking busy sko. Hann óþolandi sko. Þú verður bara að fara til hans sko. Þú verður bara að gera það. Já, hann bara banka hjá hann bara. Nei, bara ég vinna eitthvað skilur. Já. Það er ekkert mál sko. Nei, svo draumurinn að koma núna var, fuck, ég er spenntur fyrir því. Já, oh my god. Er þetta verið seinasta bara? Jú, seinast það. Þetta er bara svona, þeir náttúrulega er svo gamli maður, þeir er bara ekki dáið bara alltaf sko. Þetta er allir heimurinn? Já, þetta er bara allir heimurinn. Það er ekki paldið að bóka flug og alltaf hvað þetta kostar. Já, en þessi sjónstætti fæs að fucking mikið. Þetta er bara svona í revenue bara svona tilbaka. Þetta er bara, ég held að allir á Íslandi horfa á þetta sko. Já. Andjóks. Þetta er frægt. Þetta er frægt sko. En já, hvað þeir eru búin að gera núna 5 eða hvað? Nei. Asíska, suður, bandaríska, jú. Þetta er 50. Já, evrópska ekki. Jú. Já. Fyrsti var náttúrulega bara, þú veist, það var ekki eins og Steindi og Pétur voru ekki í fyrsta sko. Villi og Gils. Já. Þeir byrjuðu með því að gera þetta á Íslandi. Já, ok, já, það sucks. Já, þeir tóku hana hringinn. Já. Já, það er legendary. Hefur séð það? Það var elda rolluna. Það var á YouTube, sko. Já. Svo tók hann naked photography okkur í kirkjum. Já, ég mæli mig að horfa það. Það er fucking legendary dæmi, sko. Já. Ógeðslega cool. Sko. Ertu búin að sjá? Já. Já, horfðu þið líka að sveppa þegar voru litir, Já. Krakkaefni. Já. Hæ? Nei, Óli. Sveppa byrju, hvert talan? Bara algjör sveppi. Já, þannig barna, stóra herbygginu. En ekki, já. En ekki myndina, sko. Nei, stóra herbygginu. Já. Ég var ekki með stöðu 2 en ég sé það alveg oft, sko. Já, ég átti diskinn, sko. Nú fyrir átti tónum disk. Ég man að það var alltaf svona út í svæði, ég man ekki, horfði út um gluggan og það var svona fake. Já, það var það sem að sýndi bara hann á bakvið. Þetta var stúdíu. Það var fucking cool, sko. Ég líka aldrei sýnt mömmu hans. Nei, það er Easter egg. Já. Þessu Tom og Jerry. En hvernig leit Spotify Rap til þér út? Hvað þú hlusta á fyrst að við sögum Lil Pumpin aðan? Já, ok, ég hlusta ekki á Lil Pump, sko. Nei, annars að þetta hendaður út í stúdíunni. Nei, ég tók. Ég hlusta mikið á Juice WRLD. Já. Og Trippie Redd og Flóna. Já, Flóna, Aron Khan, Byrni. Já, bara eitthvað svoleiði, sko. Já, Ice Guys. Nei. Gaur, þeir náðu, út að ég er alltaf að spila í myndatökum minn á fucking Ice Guys. Já. Og þeir náðu á topp, að þú veist, þeir voru einhver næstir röð til að komast á topplista minn.
Óli, hvað, þú veist Æ, það sko eins og sérst bara að fá eitthvað en að, þú veist herri, þetta var óvart. Já, settu bara eitthvað fyrir þetta Já, ok. Svo lítið út að mynda Þetta var óvart. Þetta er alveg bara, þetta er svo að hafa lítið barn með sig, veistu Ég held þess smá, já, var þeir ekki boðið á frumsýningu? Æskæðis? Jú, þarna Það er ekki að, þú verður að ljúga bara. Ha? Það er ekki að segja að þú hlustar ekki á það. Jú, ég hlustaði skæðis Já, þú hlustar, já. Já, Ok, hann hlustar á hvernig degi, sko, hvað þú við? Já. nei En hvað, svona fyrir utan TikTok, hvað er áhugamálin? Já. Þú veist, hvað er leikið þig? Þetta teikna. Já, ég var eins og alltaf að teikna Bara, ég get lesað hann eins og bók, sko. Já. Ég teiknaði Má eins svo, og getið mjútað eftir? Jesus. Já, ég var líka í fótbolta Já, svo bara, já, tónlist líka Já, þú er búin að gera það? Já, ég hef eitthvað reynt eitthvað, þú veist, ég fór svona smá inn í á tónlist, þú veist, keypti með mic og tölvu og allt það til þess Já, að gera nice. eitthvað en ég er búin að vera slekkin í því, sko, Já, ekki mikið einmitt. en annars er það bara að reyna að komast einhvert með TikToki og gera einhverja tónlist, sko Já, myndir einhvern veginn að gera TikTok í ensku eða? TikTok á ensku? Já, bara svona svissa alveg yfir bara. Nei, ég held ekki og það nei, ég held ekki en Þetta er alveg góð markarinn á Íslandi, þú veist, ef maður kemst langt, sko. já, þú veist Það er eins og Óla Jóhann, hann er alveg búminn, sko. Einmitt ég hitt hann í Smáralundinni ég veit ekki hvað það var í gæri að fyrir þetta og fór í viðtöl svona hann Já, hann var bara daginn að gera það. já. Ég fór í bænum með vinum mínum og kæristinn hans og svo allt í henni erum við bara eitthvað shopping og svo hann að kíkja á Instagram og þá var hann eitthvað að segja að ég verið í bænum í Smáralind eitthvað 13:30 Já. og við vorum bara akkurat á tíma svo sá ég hann bara þannig að gera eitthvað viðtal Nice. og já, svo já, fór ég bara eitthvað viðtal hjá hann og það var bara næs Já, geggjað maður. Hann er Kanada. Ha? Hann Kanada. Já, hann er Kanada. Hann er Kanada. Nei, já, en þannig það er eiginlega bara TikTok all daginn núna, bara alveg bara á fullu. Já, ég reyna oftast að bara að eða öllum deginum í bara að finna einhverja hugmyndir. Já, og er bara, þú veist, ertu komið með eitthvað svona sponsors eða eitthvað byrjar að hugsa í því eða eitthvað byrjar að vinna í því, eitthvað svoleiðis? Já, ég hef alveg fengið nokkur sponsor, sko. Ertu góður í því eins og Ólafur Jóhann, hann er með góður í ertu góður að gera svona ads á þess að lúka eins og ad? Ég veit það ekki. Ertu bara ekki að segja eitthvað joke og svo bara, herri, gott keks Og borðið fitness pop. Sko, ég gerir bara skets með bara vörunni í vídeóinu kannski segja líka eitthvað það en ég er ekkert að gera einhverja full-on auglýsingu. Þú leggur enginn áhuga í þar eitthvað mikið að gera bara svona, bara production, bara svona Jesus. Svona edit og allt það? Nei, ég held ekki. Eina sem ég klippi og allt það og ég basically bara setja texta og klippi byrjunina smá. Þú er svolítið í svona vænhúmor, svona pínu. Þetta lítur allt svona svolítið svona raw út sem er alveg svona skemmtilegt, sko. Já, sumt svona þarf ekki mikið production. Nei, ég veit. Sumir fíla mikið production, sumir fíla bara low production. Já, þú sagði mér áður byrjum að taka upp og keyptir eitthvað svona ring light. Já. Og er þetta ekki bara að nota það mikið, eða? Ég gert held ég 3 vídeos svo far, ég fekk þetta í jólagjöf. Já. Ég nota oftast þegar að vinur minn getur ekki tekið upp, þá... Já, ég veit að nota það. Já, ég bara hef þurfti til langa tíma, ég sett alltaf síman upp í hillu eða eitthvað. Já. Og það var samt alltaf ekki nógu gott angle og allt það, en núna get ég svona skrúa niður og upp og allt það. Ég veit. Sem er fínt, sko. Já, hefur eitt mörg vídeó með það. Ó já, ég er að pæla, það hlýtur að vera alveg mikið, þú veist svona að eins og þegar þú varst að byrja í svona bíó þá var hlegið mikið, skilur. Það hlýtur að vera erfitt að komast stundum í gegnum sketsin, alveg bara... Já, sko, ég hef alveg, einhvern tímann var ég, ef að vídeo gekk, postaði vídeo 10k eða eitthvað 10k plus, svo næsta 2k eða eitthvað, þá eyddi ég því. Já, bara þótt að það var gott, eða svona þótt að það var alveg fyndið og... Já, mér var bara alveg saman vídeoið þá, þetta var, þegar ég var ennþá bara eitthvað 2022 kannski. Já. Og svo heyri Lil Curly í mér
og hann sagði bara, heyrðu, að bæði ekki vera að eyða vídeum. Nei, þetta ávera eitthvað vant fyrir Já, það okkur held ég hætta, eins og ég sagði hann að fell off í smá stund. Já. Já, einmitt, Leifur Curly var alveg harðar þess að maður á ekki út af það geti allt í hennu bara Heyrði hann í þeirra fyrrabræði, ég skil ekki Nei, hann var að tala eitthvað sponsor held ég. Já Hann er alltaf með hann að Nei, það ekki annað, hann með fyrirtæki sko Já, svo hann bara með auglýsingar Hvað heitir það aftur? Happy Hydrate. Nei, hitt, auglýsinga Ég manna ekki, það heitir eitthvað Ég man ekki hvað heitir Eða þannig ekki með auglýsingar með bara svona TikTok Já, TikTok Svona content creation, dót eitthvað Hann er alveg með það sko Já, hann gerir fullt auglýsingum sko Hann kann þetta sko Leifur Curly Hvað hann ekki fyrstir svona big? Jú, íslensk Eða Embla Kannski Embla, ég veit ekki hvort Ég held að var Curly í gundan Jú, ég held að Hann er meistari, hann kann það Já, hefur gert eitthvað með honum? Eitthvað unnið með honum eða? Nei, ég hef ekki gert neitt með honum. Nei. En var alveg til í það sko. Já. Þú máttu kjósa núna daginn, ekki? Já. Það fara bara í það. Þegar alveg What do you think of the political state of the world right now? Nei, en þú veist, þannig að kaustu alþekis kostningar? Nei, Þú máttu kjósa samt, ekki? Já, ég veit ekki, ég bara I don't know sko. Það að nýta kostningar Já, ég held að ég gerði ekki líka 18 ára sko. Já, 18 núna Já, hann er 18 ára sko. Bruh Hvað? Nei, ok, akkur vildur ekki kjósa? Bara, ég er ekkert eitthvað svona pæli í þessu sko. Ég líka, kannski í framtíðinu minni vera eitthvað meira Veistu, ég vera eldri eða eitthvað Okay. En við vorum að tala um hate comments á hann Þú veist, ertu að fá einhver hate á TikTok og eitthvað svona Ertu bara svolítið bara svona Nennir ekki að horfa á þetta og bara svona Sko, með hate comments ég held ég fæ mjög miklu minni en ég gerði núna en annars ég held ég fæ ekki mikið hate comments en ef ég fæ hate comments ég ofta svara þessu ekkert sko. Nei, ég mitt, bara leiði svo vera Já. Svolítið að búst þessu ef þú svarar, skilur eins og Óli Það er gott athygli og svona Gott að svara, það fara fleiri comments Já, þú fara fleiri comments en segir bara fuck you og þá fara fleira þú segir ekki það Ertu búin að segja það einhvern veginn á podcastinu? Já, nei Í alvörinni? Bara ég að fara að taka á því Einar er ekki ánægð Þeir eru náttúrulega sama með einn Sko stundum er ég bara að fjara inn á kontónu og ég bara, hvað er í gangi hérna? Ég var með þetta var minn main account sko Ég átti engin annan Óli var bara alltaf á honum bara að like á vídeo og bara eitthvað svona ég var bara Svo eru bara á vídeo á tveirfæla Ég bara En núna er komið eitthvað liked by tveirfæla þannig ég get ekki lengur held ég Það er public og það er hættulegt að þú ert með public liked sko. Ég er búin að like mikið Ég like bara fyndistöf þannig ég like ekkert og hann sendir Facebook memes þannig að þú getur alveg séð hvernig húmur hún sér Facebook memes Nei, þú getur séð bara hvernig húmur hún sér með það Nei, það er bara hvernig Það er crazy stuff á Facebook Facebook er svo unfiltered Já, gaur, ef þú fer í reelsinu þetta er bara, þú veist, þetta er bara liggur þið bara að vera klám, sko Eru þið að sjá TikTok sem svona mynd af svona albumcoveri og það er svona low opacity og svo fyrir aftan er bara mynd af hverju brjóstum og eitthvað Er það að sjá það? Ég sé Þetta er endurlist, maður er bara eitthvað what the fuck Þá veit ég hvernig for you pitch þetta er allan Það er alltaf Það er alltaf Það er eitthvað oftast með 0 likes og svona Já Þetta er bara eitthvað sem að ég verður bara quickly 1 og svona Það er eitthvað svona bot eitthvað Já, það er svo fyndið að sjá vídeo sem er bara með 0 comments, 0 likes 10 views og maður bara, okkur fokkar með ég að fá þetta, skilur þetta er bara svona og líka bara eitthvað gæi bara í Asíu sem posta þessu maður bara eitthvað, þú veist það er oft með bara eitthvað gæi bara, það getur við bara mynd eða eitthvað og annarkvort er á með fullt af likes eða bara engin likes Einmitt. og þetta er bara eitthvað random sem við posta óvart eða eitthvað Já, mér finnst líka með svo skrítið að sjá vídeo sem eru bara ekkert fyndin og meina ekkert og er bara mynd svona mynd og erum við bara með 2 million likes og maður bara svona, bara what the fuck Þú bara skilur þetta ekki? Nei, bara I don't understand the game Nei, ég skildi ekki Það er oft mjög fyndið, sko Shit Ég finn oft bara stöfi sem er 500 likes það er gott stöf, sko Reynda, sko, þú ert eitthvað dark for you bitch, sko Ég er komið, við notum það er bara gæja að dansa í nærbuksunum og það er fokkið fyndið samt er bara 500 likes Það er alveg hella, sko For you bitch myndir svo eðlætt, sko Ef þú myndir dansa ég er líka eins og segja þetta, sko Þú ert á einhverju bara sírutrippi hérna í þessu böggast, sko Það er dansa svo gæin hana En hvaða gæi? Á nærbuksunum Shit, maður, við þurfum bara að sína like dótið okkar eða hvernig hann er bara Það er bara eitthvað fyndið við það, sko En þetta? Já, ógeðslega fyndið
Nei, jú, samt sko hann var ekki bara svona eitthvað svona Nei, ertu mikið á TikTok sjálfur? Þú veist, ertu alveg bara 5 klukkutímar á TikTok? Er það? Nei, ég held ekki sko Þetta var Reelsinu sko Já Ok, same shit eða svona True Short form content Já, sko, alveg eitthvað en ég reyni ekki að vera mikið Akkurru Já, bara gera eitthvað annað Já, bara gera eitthvað meaningful við lífið sitt Það er svo 50 Cent Hann er svo smart, 50 Cent Hann drekkur ekki og hann selur sem bara áfengi hann setja í áfengi Já, hann drekkur, en hættur að drekka? Hann drekkur ekki, sko Ok, alltaf þessi gæðir hættur að drekka Já, ok, það er svo smart, bara selja hann eitrið en ekki drekka Já, algjörlega En fyrir ekki bara að vera svolítið góðir? Jú, ég held það, sko Er eitthvað í lógin, ertu með eitthvað message fyrir fólki? Bara svona, ertu með eitthvað tips and tricks? Ef þú ert að byrja á TikTok right now, hvað segir Ingi the 69? Það var alveg gott ef þú myndir koma með eitthvað svona ráð. Er það bara svona, don't fall off, stay strong. Leifum honum að tala. Ég er að taka þetta á þig, sko. Ég myndi segja, já, eitthvað tip. Eitthvað tip. Fyrir, hvað, nýja TikTok-gæja? Já, bara segjum að eitthvað á þínum aldri, bara 16 ára, við bara byrja TikTok-account núna. Hvað myndir þú segja hann að gera? Þú verður coachin hans. Ég myndi segja bara, bara go for it, eða ekki? Jú. Bara go for it. Bara posta. Já, og vera consistent og bara follow Inga 69. Já, ekki. Þannig bústað maður. Þannig bústað maður follow sinu. Ertu með eitthvað motivation? Ertu með eitthvað motivational speech? Það var að segja motivation. Ertu ekki með í þessu podcast? Hvað er með það? Þú getur það. You can do it. Það ekki? Jú, flott. En hvernig fær maður svona hugmyndir? Bara vera creative, myndi ég segja. Að reyna að vera creative og vera að fyndin. Hvernig getur þú gert þetta? Bara ekki með þinn húmor allana. Lifa lífinu í henni og það kannski poppar eitthvað í hausinn. Eins og oft er ég bara með vinnum mínum að keyra og við erum eitthvað að flippa og það bara, herri, kann við gera bara svona vídeo? Já, bara verður þú sjálfur, notaðu þinn húmor. Þinn húmor er fyndið fyrir aðra. Nefn að þú sért Ólið Þór byggjum þessu. Bæði, ég er mjög fyndin, Einar ekkert fyndin, sko. Nei, ok. Ég bara segja, sko, það vitið allir, sko. En það er einhver að ringi þig, ef ekki að fara að kötta þetta? Jú, takk fyrir að mæta. Takk fyrir að mæta, maður. Takk fyrir að hafa, mister. Yes. Bara hlakka til að heyri senna, sko. Yes, sir.